gestir. Fyrir hönd stjórnar Sögusetursins 1627 á því ég öll hjartanlega velkomin á þessa alþjóðlegu ráðstefnu Hringsárárið 1627. Ráðstefnan haldin á vegum Sögusetursins og uppbyggingarsjóðs SAS og í samræmi við meginhlutverk setursins að beita sig fyrir fræðslu og sögu Vestmannaeyja. Stuðla rannsóknum, efla til ráðstefnuna og viðburða og standa að útgáfu efnis sem tengist sögu Vestmannaeyja. Sérstakir gestir ráðstefnunnar þessu sinni eru allir vel þekktir fyrir störf sín sem fræðimenn og rithöfundar. Þeir koma frá Íslandi, Svíþjóð, Hollandi og Bandaríkjum Norður-Ameríku. Við ráðstefnugestir fáum erinda gesta okkar að njóta veitinga, njóta Norður-Afríku og hlýða á íslensk þjóðlög í austrænum stíl. Sigurhanna var að dreifa til ykkar punktum úr erindum þeirra sem tala á ensku, þannig að þið skiljið örugglega ensku og ráðið við það, en það eru punktar sem að þið fáið í hendurnar líka. Honored guests, on behalf of the board of the History Center 1627, I welcome you to this conference on the Barbary Crosser Raid 1627. We are looking forward to hearing what you are going to tell us about your work on the subject related to the Crosser Raid. Thank you all very much for your participation. Já, áður ég Kára Bjarnasyni stjórn þessar ráðstefnu, færa honum hana, þá langar mig fyrir nokkrum voru gefnir út minningardiskar vegna Tyrkjaránsins 1627 sem að Kolbrún S. Kjarval vann og þessi diskar eru í hennar stíl sem margir þekkja og hér er ég með 2 diska sem ég ætla að afhenda tveimur þeim sem hér koma núna og halda erindi. Bæði Adam Nichols og Karl hafa fengið þessa diska áður, þannig að það eru þeir Hollendingurinn og Svíinn okkar sem fá diskana. Enginn þessara diska sem gefnir voru út eins, þannig að hver þeirra sig er nánast einstæðni. I will now give you Mats and Joris these plates we made. We made in memory of the Turkish raid 1627. They are every dish, every plate is a unique because no one is. There is a difference in everyone. No one is the same. So because Karl and Adam has got these plates before, I will give it to you in memory of the Turkish raid. Well, thank you very much. Thank you very much. Yes, well, thank you. And to you. Yes, that's okay, thank you. Yes, well, thank you. Okay. Thank you. There you are. Thank you. That's beautiful. Okay. Thank you. It's a well-known Icelandic artist who made this, and only 15 pieces. Oh, really? Yeah. Oh, wow.
Very good. Good. Thank you. Welcome. It's a little like this, really. Thank you very much. Okay. Þeir sem hér eru fyrirlesurum Karl Már Einsson. Hann mun fjalla útgáfu og not reisubóka séra Ólafs Egilssonar. Hingað líka kominn Mats Reuter frá Svíþjóð. Hann ætlar að kynna skáldsögu vestmanniska fjölskyldu sem handtekið var í Þýskalandi og flutt til Alsír. Og hér svo Joris van Os. Hann frá Hollandi og hann ætlar að fjalla sérstaklega þátt hollendinga í Tyrkjanálinu. Og svo Adam Nichols sem kemur frá Bandaríkjunum og hann fjallar sérstaklega foringja innrásarhópana þá Murat Reis og Murat Flamengo. Að svo mæltu þá bið ég Kára Bjarnason að taka við og stjórna ráðið. Gjörðu svo vel. Já, þakka við hreppæðarnar. Við og velkomin á þennan síðasta dagskrárlið Safnahelgar, síðasta formlega dagskrárlið Safnahelgar. Sýningar og sölv eru opin til 16 eða 17 í dag, en ég hvet þá sem ekki að sé einstakar sýningar sem í fiskirðinni, Hvíta húsinu eða gestastofunni til þess að nota tækifærið og horfa og líta þar við þegar þessum dagskrárlið lýkur. En við erum að fjalla væntanlega mesta bókmenntaafrek sem unnið hefur verið í Vestmannaeyjum. Það er þessi bók hérna, reisubók séra Ólafs Egilssonar. Og við þessi félagsskapur sem stöndum að þessum dagskrárlið nefnum okkur eftir þeim atburði sem hér er lýst 1627 þegar að meira en helmingur Vestmannaeyinga er hertekinn og fluttur sem þræll í framandi heim og fjórðung er drepinn. Og það minnihluti þjóðarinnar eða samfélagsins sem er skilið eftir og það er ein af ráðgátum Tyrkjarámsins hvernig hægt er að mynda samfélag nýju. En að þessu sinni þá ætlum við ekki að fjalla þessa undursamlegu bók sem ég hvet alla til að lesa sem vildi lesa hana því að það er ekki óttast að hún sé framand og einhvern einasta hátt því hún tala beint í hjarta hvers einasta manns. Við ætlum að fjalla hvernig þessi bók er ekki bara mikilvæg fyrir Vestmannaeyjar, ekki bara mikilvæg fyrir Ísland, heldur leggur fram mikilvægan skerf fyrir heiminn allan. Það er nú oft sagt að þeir sem tala fyrir hönd Vestmannaeyja, eins og ég gerir núna, þeir fari með himinskautum og það má vel vera rétt í mörgum tilvikum, en að þessu leyti þegar að borið rof á reisubókina, þá er aldrei of mælt. Það kom mér alveg gríðarlega óvægt að kynnast þeim önnum sem eru hérna. Það er nú fyrst Karl Smári og Adam Nichols. Þeir hafa nú lagt heiminn undir reisubókina, getur við sagt. Þýtt hann á ensku eins og þið þekkið. Og getur við sagt fjórar útgáfur Karl Smári. Og tvær á leiðinni. Og tvær á leiðinni, þakkaði fyrir. Og það opnaði augu fræðimanna fyrir þessum einstakt arfi. Og þeir sem eru eldri í sögursetrun eins og Helga Hallbergs og fleiri, það er að segja eldri í félagatölu sögursetursins, ég er ekki að draga hana fram sem eldri heldur muniði með Sigurði Sigurði Vilhelmsson og fleirum munið þegar við vorum að kynna reisubókina alveg fyrst, 2007 eða hvað það var. Hvað þessir erlendu fræðimenn sem komu voru hissar reisubókin væri til. Nú eru miklu færri hissar vegna þess að hún er orðin
viðurkenndur öll í heims bókmenntunum að þeir leyti sem að fjalla þessa hörmulegu heim sem þræla haldið í Norður-Afríku eða Ottoman-veldinu var. En við ætlum að hafa háttinn á þannig að það koma 2 fyrirlesarar hér fyrst. Karl Smári, hann ætlar eins og Ragnar fór yfir að ræða það hvernig útgáfan sjálf hefur verið sett á önnur tungumál og hvernig menn hafa verið að nýta sér þennan vitnisburð, þennan samtíma vitnisburð, samtíma heimild. Mats Reuter, hann gaf út fallega bók sem hérna til sölu, sem fjallar vestmanníska fjölskyldu, eins og Ragnar rakti, sem hertekinn flutt til Alsír. Og hann mun gera okkur grein fyrir þessari bók, hún til sölu hérna, hún til meira ekki íslensku, heldur á sænsku, þannig að hann kannski dregur úr að menn fara að lesa hana, en hann var bara yfir hana. Og þegar að þessi 2 hafa lokið sér af, þá kemur tríó Ásgeirssonar, sem þeir hafa verið að útsetja íslensk þjóðlög með svona austrænu ívafi, og þeir fara betur yfir það hjá sér. Svo koma aðrir 2 fyrirlesar sem ég kynni það bara þegar því kemur, og þegar að þeir hafa lokið sér af, þá lýkur tríóið sínum með framlagi. Þannig að ég ætla að biðja bara Karl Smári að koma og við og vaðið og flytja okkur sína tölu og ræða aðeins þessa fallegu bók hérna og þann mann sem stendur á bak við Gjörðsfjörð. Takk. Já, komið öll sæl. Ég ætla ekki að vera mjög langvarður, en fara aðeins yfir sögu reisubókarinnar fyrst. Þegar séra Ólafur Eiríksson kemur aftur frá Barbaríu 1628, þá mjög fljótlega eftir það, þá er hann líklega beðinn að skrifa reisubókina. Því hann segir það strax í formála að hann hafi gert það áverkjan. Og það hlýtur eiginlega að vera það eiginlega hefur verið Oddur Einarsson biskup í Skálholt. Vegna þess að séra Ólafur, hann fer í Skálholt skömmu eftir hann kemur úr sinni píslargöngu og hittir Skálholtsbiskups, hann var náttúrulega undirmaður hans í raun og veru, og ég tel það nokkurn veginn lýst að það hafi verið biskupinn sjálfur sem að bað hann að skrifa reisubókina. Af reisubókinu eru núna til það bil 30 handrit. Og þau eru flest frá 18. öld, jafnvel frá 19. öld. Eins og þið vitið þá voru ekki gefnar út bækur á Íslandi nema guðsóðarbækur og náttúrulega lagabækur eða búskap eða eitthvað slíkt. Veraldlega bækur voru yfirleitt ekki gefnar út á Íslandi fyrir bara á 19. öld. Ekki neinu marki. En reisubókin hefur náttúrulega sérstöðu vegna þess að strax 1741 þá er hún þýdd á dönsku og kemur út á dönsku. Þetta er mjög merkilegt vegna þess að árið 1741 þá voru engar bækur sem að teljast það er að segja reisubókbækur eða bókmenntir þýddar á dönsku, ekki nema þá bara Íslendingasögur eða eitthvað slíkt. En reisubókin sem er nánast samtíma bók, þó að það hefur verið 120 árum seinna, hún er þýdd yfir á dönsku og hún er gefin út á dönsku og hún er endurútgefin árið 1800. Síðan er það ekki fyrir 1852 að bókin kemur út á íslensku, reisubókin, í afar lélegri útgáfu. Og svo útgáfa telst nánast bara ekki með útgáfu. Síðan er það 1906 til 1909 að Sögufélagið gefur út reisubókina og allt tiltakt efni sem að tengist kirkjuráðinu. Þannig afar vönduð og góð útgáfa Jóns Þorkelssonar. 1969 þá var sú útgáfa af reisubókinni ein útgáfan, eitt handritið, endurútgefið af AB.
og Sverrir Kristjánsson sá það útgáfu og skrifaði mjög skemmtilegan og fróðlegan formála að þeirri bók, þeirri íslensku útgáfu. Það svo ekki fyrir en bara núna á síðasta ári að það kemur út ný útgáfa af Reisubókinni á íslensku. Reisubókin var algjörlega óþekkt erlendum fræðimönnum þar til við Adam Nichols gáum út þýddum Reisubókina á ensku og hún var gefin út af Fjölva bókaútgáfu árið 2008. Reyndar hafði bandarískur fræðimaður skrifað grein árið 1973, Dr. Bernard Lewis í Stanford háskóla í Bandaríkjunum, sem var einn fremsti fræðimaður heims á sviði átaka á milli hins múslimska heim og hins kristna heims. Hann hafði kynnt sér Reisubókina og í gegnum danska þýðingu og minnist á hana í grein, sem sagt í tímariti árið 1973. Það líklega fyrsti erlendi fræðimaður sem fjallaði Reisubókina. Jæja, við gefum út Reisubókina árið 2008 og rétt á eftir þá fór í þrot, var gjaldþrota. Ég tók við þrotabúinu, eða Reisubókinu, þar sem var óselt. Bókin seldist mjög vel, hún var endurútgefin 2011, 2014 og 2016 þá var hún gefin út af bandarískum háskóla, The Catholic University of America, hvorki meðan minna í Washington. Og það er svona frekar fræðileg útgáfa, hvorki semi-akademík. Og hún hefur selst mjög víða til sölu á Amazon, við hefum fengið mjög góða viðtökur. Það var einmitt þar sem að Mats Reuter náði í eintak af Reisubókinu, það var bara Amazon. Síðan endurútgáfið við út Reisubókina 2018 á ensku, svona ný þýðing. Þetta sem sagt okkar vinna af Reisubókinu, okkar aðdáms. En þessar útgáfur okkar á ensku hafa orðið til þess að það hafa verið gefnar út sögulegar skáldsögur. Áður en við þýddum okkar bók, þá hafði Steinunn Jóhannesdóttir skrifað sína Reisubók Guðríðar. Úlfar Þorvaldsson hafði gefið út 2 bækur sögulegar skáldsögur sem byggja á Reisubókinni. Það Rauð mold og Hnatandi jörð. Afar skemmtilega bækur. Nú, það má ekki glemma Jóni Helgasyni sem skrifaði sögulega frásögn af Reisubókinni, af Tyrkjaráninu, sem ekki söguleg skáldsaga, afar skemmtileg bók. Nú, Sagnaseiður, bók eftir Sally Magnússon, dóttur Magnúsar Magnússonar, var skáldsaga og hún byggir á okkar þýðingu á Reisubókinni. Gaf hann fyrst út á ensku, The Seals Woman's Gift. Hugmyndin að þeim titli komin út af sögunni selkonuna sem átti 7 börn á landi og 7 börn í sjó. Eins og ég sagði, þessi bók þýdd á íslensku og heitir Sagnaseiður. Síðan rekst Mats Reuter á Reisubókinni eins og ég sagði og hann skrifar sína skáldsögur byggða á Reisubók sér Ólafs. Þetta eru þær skáldsögur sem byggja á Reisubókinni, en ég ætla aðeins að nefna hérna að nokkrar fræðilegar útgáfur af Reisubókinni. Strax 1643 þá skrifar Björn Jónsson á Skarsá í Skagafirði, hann skrifar Tyrkjarans sögu. Það er að segja að hann tekur Reisubók sér Ólafs og 3 önnur verk, frásögn Klaus Eyjólfssonar og síðan Einars Lofssonar hérna í Vestmannaeyjum og Halldórs hertekna í Grindavík. Þessi bréf þeirra eru glötuð, en við þekkjum þeirra frásögn af Tyrkjarans sögu Björns á Skarsá. Hún gefin út miðja 19. öld á íslensku og hefur ekkert verið endurútgefin. Þessi frásögn Björns á Skarsá er mjög merkileg og ágætt og hérna ég vil nefna að við Adam erum nú að vinna að enskri þýðingu á þessari Tyrkjarans sögu fyrir Cornell háskóla í Bandaríkjunum í Íþaka. Þar sem þetta fræga safn Fiske Collection, það er að segja
bókasafn, bóka- og handritasafn Willard Fiske er geymt. Það hefur löngum verið íslenskur fræðimaður, bókavörður og við erum í sambandi við þann fræðimann, þann bókavörð, við Adam, og við hyggjumst gefa út Tyrkjarans sögu á ensku, annars vegar textan, íslenska textan, hins vegar enska textan sem við erum að vinna. Ég vil nefna líka að, ef ég nefni fleiri fræðibækur, að Þorsteinn Helgason, sagnfræðingur við Háskóla Íslands, hann skrifaði sína doktorsritgerð Tyrkjaránið, minni Tyrkjaránsins, og svo bók sem kom út fyrir hátt í 10 árum síðan, var síðan gefin út á ensku fyrir nokkrum árum og heitir að við minnir The Longest Voyage. Það er að segja lengsta ferðin. Sú bók var gefin út á hollensku forlagi, en nánast ekki gefin út fyrir almenning. Þetta forlag sérhæfir sig í að útvega bara fyrir fræðimenn og söfn. En það kostar bókinn 18.000 krónur í bók. Þannig hún er ekki aðgengileg beint almenningi svo bók, en ágættis Þorsteinn er virtur og góður fræðimaður. Í Hollandi er fræðimaður sem heitir, nú veit ég bara ekki hvernig hann bera það fram, frekar en Sigpol, það er Arne Súdok, Arne Sæsúk. Hann hefur skrifað gríðarlega mikið sjóræningja og bara hreint alfræði rit, bara geysistórt alfræði rit, og hann skrifaði, það var gefin út núna á þessu ári, þá kom út bók Jan Jansson, admirál frá Saleh, admirál í Saleh í Marokko, 17. aldar muslimsku sjóræningi frá Harlem í Hollandi. Það er sjóræningi sem rændi í Grindavík. Og formála af þessari mjög merkilegu og skemmtilegu bók er Adam Nichols og Joris Van Os sem hér sitja. Þetta er mjög skemmtilegu bók og það er sami útgefandi og gaf út reisubók sér Ólafs Egilssonar á hollensku fyrir 3 árum. Það er að segja hollenska þýðingu á okkar verki okkar aðar. Þannig að hollendingar eru farnir að sína Tyrkjaráninu í Vestmannaeyjum verulegan áhuga og það er jafnvel stendur til að þýða fleiri bækur í þessari ritröð sem að snerta Tyrkjaráninu í Íslandi og gefa það út í Hollandi. Í Noregi er maður ákaflega merkilegu fræðimaður, Thorbjörn Böðigor, sem hefur í meira en 20 ár, kannski 30 ár, ég veit það ekki, fjölda mörg ár, unnið að rannsóknum á Tyrkjaránum og bara í Evrópu, og hann hefur farið margar ferðir til Marokko og Norður-Afríku og rannsakað, farið þær í öll mögulegu og ómögulegu söfn og líka í Hollandi og Norðurlöndum, og hann hefur gefið út núna stórt 2 binda verk þessa sjóræningastarfsemi, og 3. bókin kom út fyrir fáum árum. Þetta er alveg gríðarlega mikið verk. Og hann styðst við okkar verk, okkar Adamsdáliti, hann styðst við reisubók sér Ólafs Egilssonar í sínu verki. En því miður þá gat Thorbjörn ekki komið hingað núna og hann er sjálfstæður fræðimaður. Kári Bjarnason, fyrst hann er nú farin og heyrir ekki hvað ég segi, hann hefur greitt götu Thorbjörns. Hann hefur greitt götu hans með því að kaupa til safnsins allmörg eintök af þessum verki. Thorbjörn er sjálfstæður fræðimaður og hefur allt erfitt uppdráttar í þessu fræðarsamfélagi einhverja hluta vegna. En alveg gríðarlega áhugasamur. Hann hefur komið hingað til Vestmannaeyja, hann var hér á ráðstefnu 2008. Hans framlag er mjög merkilegt. Það sem ég hefði viljað nefna meira er að ég þarf ekki að fjölyrða bók Kára Bjarnasonar og Más Jónssonar professors í sagnfræði. Þessar bók sem kom út hérna var ekki fyrra. Þetta er útlag mikið merkilegt og gott að fá þessa bók endurútgefna. Það var útgefna núna. Hún var ekki gefin út af sama handriti og
bókin þarna sem sögufélagi gefur út 1960-1909. Þetta handrit gengt í skóum hjá hann Þórði okkar. Annað handrit, þetta eru 2 handrit. Svo vil ég nefna að við Adam, og það er ekki síður Adam en ég, við skrifum grein í Sjónvarpsblað Grindavíkur fyrir 3 árum og Hallur Gunnarsson, forstöðumaður minni á sögufélags Grindavíkur, hann hringdi í mig og sagði ég vil fá bók Tyrkjaránið í Grindavík. Ég útfæra peningarna sem. Og það var ekkert mann að ræða, hann vildi náttúrulega fá bók í íslensku og ég sagði við eigum tölvöld mikið efni á ensku Tyrkjaránið í Grindavík, sérstaklega Adam þar sem hann verið að rannsaka Jan Jansú frá Harlandi. Og við tókum okkur til og Grindavíkur bær styrkti útgáfuna myndarlega og fyrir rúm 1,5 ári þá kom út bókin Northern Captives sem fjallar Tyrkjaránið í Grindavík og afdrif fólksins sem að flutt var til Sana í Marokko og selt það. Það voru reyndar ekki mjög margir Íslendingar en þetta voru kannski 30-40 manns alls ef við tökum alltaf Danina og Englendingarna sem þeir reyndu. Og þetta er fyrsta bókin sem fjallar Tyrkjaránið í Grindavík. Skrifuð ensku, en það stendur til að skrifa hana á íslensku. Í framhaldi af því að þessi bók kom út, þá hafði ég samband við Kára Bjarnason og hans fólk og spurði hvort það væri það ekki bara lagið á beinast við að við skrifum sögur Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum á ensku. Og þessi bók kom út núna fyrir nokkrum mánuðum í sumar, Stolen Lives. Hefur fengið mjög góða viðtökur og hugsanlegt að hún verður líka þýdd á íslensku, vonandi. Nú, bók, hugmynd kveikist af hugmynd, bók kveikist af bók, eins og segir. Og það er einmitt það sem er að gerast að hérna nýlega birtist grein í blaði hér, einhverju fréttablöðum að Sagafilm kvikmyndafyrirtæki hefði áhuga á að gefa þáttaröð Tyrkjarán og ekki heimildarmynd, frekar hasarmynd Tyrkjarán og hún vinnuheiti þessara seríu er Saleh, semst í Marokko og fjallar dóttur og móður og afdrif þeirra og ástur og örn og hefnd og allan pakkan. Og mér sýnist bara öll að hún byggir á sama hugmyndin og þessi bók hérna, Northern Captives. Þannig að áhugi á Tyrkjaráninu er orðin gríðarlegu víða. Það hafa margir fræðimenn víða. Við höfum frétt aðeins á Ítalíu, þar er ítalskur fræðimaður sem hefur skrifaði grein vegna útkomu reisubókarinnar ferðir Ólafs á Ítalíu, hollensku fræðimaður skrifaði ferðir Ólafs í Hollandi fyrir 10 árum. Og svo mætti lengi telja. Er ég ekki bara að ferða út á tíma? Nei. Jæja. En, og hérna, þannig að ég tel að séra Ólafur hafi, þetta er eins og kom fram hérna í innganginum, að séra Ólafur Eyjólfsson er ykkar og okkar merkasti einstaklingur hér og hans bók er alveg stórmerkileg vegna þess að á reisubók séra Ólafs Eyjólfsson hvílir meira og minna allt þetta starf. Allt saman. Það er ítarlegasta heimildin og það er ekki aðeins heimild Tyrkjaránið sjálft. Þetta er saga einstaklings gagnvart óyfirstíganlegum erfiðleikum. Hann er rændur öllu og hann fer í gegnum Evrópu í 30 ára stríðinu, nánast bara á puttanum, alls laus, kemur hingað heim og skrifa sína hörmungar sögur. Ég átti samtal við biskupinn í Skálholti, ykkar fyrir sóknarprest, hérna fyrir 1,5 ári. Ég gaf honum eintak af reisubókinni. Ég sagði við hann, þegar ég hitt hann þarna á tröppunum í Skálholti, að ég væri að afhenda honum reisubókina. Þetta væri það fyrir 400 árum eftir að séra Ólafur afhendi biskupnum í Skálholti sína reisubók. Það hefði nokkuð lítið breyst á þessum tíma.
biskupinn væri enn í Skálholti, Reisuborgin væri enn til og við ræddum lengi saman við Kristján og ég sagði svo við hann líklega hefur sér Ólafur skrifað þetta vegna þess að hann hefur orðið hundleiður á öllum þessum spurningum. Það sástu hvað gerðist, þannig við viljum skrifa hann líka þess vegna, þegar hann skrifa þetta frá sér. Það sagði þetta svona hálfgerðu gríni. Þá sagði sér Kristján við spáttum merkilegt. Þannig að gerði þeir grein fyrir því að sér Ólafur, hann var búinn að missa vinnuna. Það var búið að ráða þarna Tengdasonars prest í Vestmannaeyjum, hann var atvinnulaus. Hann þurfti nú aðeins að, líkur við að segja smjáða fyrir biskupinn, hann þurfti nú svona aðeins að láta hann vita að hann hefði ekki kastað sínu trú og gefa honum skýrslu og svona. Kannski. Þetta bara svolítið áhugavert. Sér Ólafur var atvinnulaus þegar hann kom frá þáttan að gera. Hann gæti ekki sótt maður og 70 aldri. Og hann var hreinlega að gera biskupinn grein fyrir því að hann hélt í sína trú og hann hafi hugsað sín sóknarbörn í blíðu og stríðu í heimum og áfram í jörðum. Auðvitað þetta hugleiðingar. En það má velta eins og fyrir sér. Svo ætla ég að nefna eitt af lokum. Ég efast að það sé nokkur bók nema það hugsanlega Njála sem að Íslendingar hafa raun og veru sem hefur kveikt margar hugmyndir fræðimanna, rithöfunda, fræðimanna allan heim eins og Reisuborgir Ólafur. Eins og við vitum Íslendingar eru alveg með Njálu á heimanum, það er alltaf Njála. En Reisuborgin, ég gæti vel trúa því að það væri engin annar bók um að Njála sem hefur verið gefin jafn oft út, hefur farið jafn víða og kveikt jafnveginn áhuga á sögunum. Ég læt einhvern annan það. Ég hef nú bara ekki meira að segja en gef bara næsta manni orðið.